Ferðalagi sem við hefjum frá Hornafirði á eftir að vinda upp á sig. Stutt sjóferð til að kynnast nýjum vaxtarbroddi í ferðamannaþjónustu snýst upp í leiðangur langleiðina kringum landið á slóð landnámsmannsins Náttfara sem sumir telja fyrsta landnámsmanninn. Við ferðumst á sjó og landi og í lofti heillandi slóðir og kynnumst ástum og örlögum Náttfara og unaði og harmi ungs pilts sem kemur til sögu þegar atburðarásin tekur af okkur völdin. Hérðan frá skaltu menn veiða, sagði meistarinn frá Nasareti fiskimann við Genesaretvatnið og það engu líkar en hér á Hornafirði hafi menn haft þessi orð í huga. Hvað snertir þetta skip, Sigurð Ólafsson? Það byrjað að veiða menn, þar að segja, ferðamenn. Kveikjan að þessum nýju veiðum var svo að stórminkaður þorskkvóti vélbátsins Sigurðar Ólafssonar leiddi til þess að mönnum datt í huga að fara í hvalaskoðunarferðir í staðinn. Svo var tíð að það var veiddur fiskur, þannig að bátum mikill fiskur, var það ekki? Jú, það hefur alltaf verið mikill fiskur. Nú var bara að há og ekkert að veiða. Þá hefur ekkert að veiða? Já, ég kalla það. Við höfum verið að veiða hérna í gegnum árin svona 700-800 upp í 1000 tonn á þorski á ári, en nú er búið að útluta okkur 150 tonnum. Þannig að það var ekki manna að ræða en að finna þá eitthvað nýtt? Ég veit svo mikið hvort að þetta reddar nokkru. En þetta þó eitthvað? Já, við erum svona drepa tíman með þessu. Finnið þið alltaf hvali hverju ferð? Já, við höfum séð hrefnur alltaf, en við höfum ekki séð nærri alltaf hnúfubak, sko. Og útlendingarnir ánægðir með það? Já, ég held að séu voðalega ánægðir með þetta. Við stefnum frá Hornafirði til vesturs í átt að Hrollaugseyjum og förum upp undir ósa Jökulsár á Breiðamerkursandi þar sem Öræfajökull og Breiðamerkurjökull mynda bakgrunninn. Á ferðalagi okkar munum við kynnast mismunandi viðhorfum til þess sem fyrir augu ber, bæði ólíkum viðhorfum andstæðra fylkingar nútímamanna en einnig mismun viðhorfa okkar og forfeðra okkar til ýmissa hluta. Nú birtist okkur svo landsýn sem hefur blasað við landnámsmönnunum. Við mikla jökulhvel fyllir hálfan sjóndeildarhringinn með Öræfajökul eins og kórónu og það auðveldlega hægt að rökstyðja einföldustu kenningunum það hvers vegna landið okkar hlaut nafnið Ísland. Hvergi á Norðurlöndum getur að líta svona mikinn ís hásumar og í því felst höfuðmunur Íslands og Noregs. Og hafi Hrafnaflóki séð hafís á ferð sinni þar einnig að ræða eitthvað sem var óþekkt við Noregsstrendur þar sem menn þekktu aðeins flatan lagnaðarís innanfjarða. Hér sigla smáísjakar fram hjá bátnum komnir úr Jökulsárlóni og maður getur svona rétt ímynda sér hvernig siglingaleiðin hér á eftir að verða þegar lónið verður orðinn opinn fjörður ef Jökulsárbrú og landræma milli sjávar og lónsins hópast burtu eins og menn óttast að muni óhjákvæmilega gerast. En það tignarlegt að líta upp að brúnni og það næstum með þetta kallast á við ferðamenn í landi svo aðdjúpt hér. Þessi tignarlega landsýn hefur þó sennilega ekki heilla landnámsmennina. Þeir höfðu allt annað fegurðarskyn en við, voru búmenn, mátu fegurð eftir landkostum samanber Gunnar og Hlíðarenda sem hreifst mest af bleikum ökrum og slegnum túnum. Fólkið á bátnum í dag hrífst af því að sjá hvali, komast í návígi við þessi stærstu spendýr jarðarinnar og finna til skyldleika við þau. 2 o'clock! Í hverskitt sem kallað að hvalur sé að blása hoppar hjartaðið. Það ekki auðvelt að gera sig grein fyrir því hvort svona sigling hafi verið landnámsmönnum að skapi. En Hrollaugseyjar sem eru beint austur af Ingólfshöfða hafa kannski minnt Ingólf Arnarsson á norska skerjagarðinn og hann hefur vafalaust haft gaman af því að nálgast þessi íslensku sker af dirsku. Það ætlum við að gera líka. Ferðamennirnir hér fá mikið út úr því að skoða lífríki hér. Sérstaklega þó selina. Þessi sporðvöxnu spendýr næstum því upphefja þyngdarlögmálið þegar þeir skoða tvífættu spendýrin sem eru að sniglast inni á milli eyjanna.
Þóttu sem að sigla í átt að Ingólfshöfða erum við ekki að fara á slóð Ingólfs og Hjörleifs heldur þess sem kom næst á undan þeim. Það var sænski víkingurinn Garðar Svavarsson. Í Landnámabók segir að hann hafi farið að leita Snælands að tilvísan móður sinnar Framsýnnar. Hann kom hér að suðausturhorninu, sigldi umhverfis landið og komst að raunum það fyrstur manna að það var eyland. Hann var veturinn norður í Húsavík og gerði þar hús. Ekki sagt í hvaða átt Garðar sigldi kringum landið. Þó hefur hann frekar siglt í suðvestur undan straumi, heldur hann í norður og á móti straumi. Og skýringin á því að hann hafi vetursveit í Húsavík kannski sú að hann hafi farið vestu fyrir og orðið seinna fyrir eftir að hafa farið í land á nokkrum stöðum og heillast af landinu. Enda segir sagan að hann hafi rómað mjög landið og kosti þess þegar hann kom til Noregs og sagt að hér hafi verið skógur milli fjalls og fjöru. Meðal þeirra sem Landnáma segir að hafi verið á skipinu með Garðari eru maður af nafni Náttfari og ambátt sem ekki nafngreind, við skulum kalla hana Þórunni. Þau fella hugi saman þegar að farir í land, til dæmis á fyrsta hentuga staðnum þar sem hægt að leggja landi, á litlu nesi við sunnanverða Faxaflóa þar sem nú höfuðborgin. Rómantíkin blómstrar á kvöldin sem þessum, hvort sem það árið 870 þegar þau Náttfari og Þórunn ganga hér ein út í skóg og heita hvort öðru tryggðum, eða 1997 þegar par af hvalaskoðanabátnum nýtur dýrðar sólarlagsins á ferð sinni Ísland. Áfram fylgjum við slóð Náttfara á leiðinni norður með vesturströndinni og yfir Breiðafjörð þar sem Snæfellsjökull rís úr hafi. Það hefur hrifið Náttfara og Þórunni ekki síður nokkur að fara þessa leið yfir Breiðafjörð og síðan fyrir Vestfirði frá hjá Látrabjargi og Sæbröttum fjöllum. Ást þeirra í meinum því hún ófrjáls eign Garðars og það eðlilegt að hjá þeim myndist löngun til að strjúka, en það hægara sagt en gert. Garðar Svavarsson og hans menn fá lágþoku þeirra silti fyrir Siglunes og þeir fylgja hömróttri ströndinni. Skyndilega léttir þokunni og þeir sjá inn undurfagran fjörð þar sem mikið bergtröll rís á stjórnborða. Það heitir Hestfjall en fegurðin harmi blandin. Þoka á allir því að hér fórust 25 menn í flugslýsi árið 1947. Flugvélin flaug lágt inn fjörðin en sneri við og lenti utan í fjallshlíðinni. Á okkar tímum eru nýjar hættur sem leynast á ferðalögum með breyttri tækni en höldum áfram á slóð Náttfara. Við ætlum að fara í land á Dalvík og gera hlé á því að stíga ölduna í bili. Hér ýmislegt að sjá og við förum síðan út í Ólafsfjarðarmúla og út í Hrísey. Þeir Garðar Svavarsson og Náttfari voru náttúrulega ekki á svona tryllitæki en það skiptir engu máli. Það alltaf skemmtilegt að sigla á góðri snekkju þarna inn með glæsilegan fjallarhring umhverfis. Í upphafi ferðar Ólafsfjarðarmúla ekið fram hjá minnismerki Eyvind Duggusmið sem bjó á 18. öld á bænum Karlsá sem nú í eyði og smíðaði þá duggu að hollenskri fyrirmynd. Skammt þarna fyrir utan hár og fallegu foss sem heitir því skemmtilega nafni Mígindi eða Mígandifoss
og þótt hann sé hár það þó ekkert í líkingu við hæð múlans utar. Þótt að séu komin göng í gegnum múlan gamla veginum hrikalega haldið nægilega við til þess að hægt sé að fara hann með gát. Þar sem vegurinn hæstur liggur hann í 230 metra hæði við sjó og það hæsta vegastæða á landinu af þessu tagi. Það ekki tilviljun að múlinn einn af þeim stöðum sem Jón Helgason velur sér til yrkisefnis í ljóðinu Áföngum. Ærið bratt við Ólafsfjörð, ógurleg kletta höllin, teygist hinn myrki múli fram, minnist við boða föllin. Þessi ægilegi vegur var gerður á 7. áratugnum, en fyrir þann tíma var aðeins hægt að komast að landveg til Ólafsfjarðar yfir Lágheiði frá Fljótum í Skagafirði. Öku nú fyrir hornið í áttina inn Ólafsfjörð. Nei, nú lýst mér áðalagsmaður. Framundan stórgrýti á mjóum veginum. Það hefur verið jarðskjálftar hérna hér að undanförnum og valdið þessu. Þetta ástand gerir ferðina enn hrikalegri en ella. Við erum á jarðskjálftaslóðum. Þarna engir á ferð í dag því það kostar fyrirhöfn að komast grýtasta kaflan. Það eins gott að verði ekki skjálftar einmitt núna. Þá þið sennilega skást að vera snöggur að snúa bílnum til fjalls, stöðva hann og annarkost skríða undir hann, eða hlaupa til og skýla sér við bjarg eða kletta vegg. Aðvörunarskilti gefa til kynna að hér ferðist menn á eigin ábyrgð. Það eins gott að hafa það á hreinu þessa jarðskjálftadaga. Flökin fyrir neðan veginn sýna vel hvað þetta gat verið hættilegur vegur að vetrarlagi. Valdimar Steingrímsson, snjómóstusmaður, var oft heppinn á sinni tíð. Hann var á mósturskóplu sem fór með snjóflóði niður en tókst að komast út úr henni áður en að flóði hreif hana með sér. Hér blasir fjallið Arnfinnur við og utar hinn hrikalegu Hvannadalabjörg sem hæstu standbjörg við sjó á Íslandi. Björgin og Hvannadalir væru efni í heilan þátt en hér látum við staðar numið og förum aftur á slóð Náttfara innar í firðinum. Garðar Svavarsson var fyrsti maðurinn sem vitaður að hafi siglt í kringum Ísland eins og áður sagði. Hann virðist fremur hafa komið hingað með hugarfari landkunnaðar en þeim ásetningi að setja sér að. Ef hann hefur komið í Svarfaðardal í góðu veðri, þá hefði hann líklega freistast til að setja sér að svo fallegt og búsældalegt sem hér En hann hélt ferðinni áfram, þótt að væri komið haust og við höldum líka áfram og förum í siglingu Eyjafjörðinn. Það víst óviðjafnarlegt og hefur verið það frá landnámstíð. Að siglin Eyjafjörðinn, það yndislegt vor. Í björtu veðrar býr sig fugl við bjarg og klettar skor. Sólin heit í heiði, baðar haf og dal og fjöll. Í háum hamraborgum heilsa okkur þjóðfræg tröll. Hrísey fjarðar djásnið frítt mót fagur grænum dal. Við múlan vaggar bátur blítt, við bjargsins hamrar sal. Háreist hamrar skörðin, hoppa lömb í frið og spegg. Að siglin Eyjafjörðinn, það óviðjafnanlegt. Hérna afar vel nú una sínum hag. Á skemmti ferðaskipunum sem sigla inn í dag. Þar ferðamanna hjörðin kyrjar frjáls í ró og spegg. Að siglin Eyjafjörðinn, það óviðjafnanlegt.
að siglin Eyjafjörðin, það óviðjafnanlegt. Við erum á bátnum Hrólfi frá Dalvík. Þar hófust hvalaskoðunarferðir fyrir 5 árum og hafa síðan verið á bullandi uppsiglingu. Í sumar fóru á 70.000 manns með bátnum og menn búast við stórfjölgun næsta ár. Það er gaman að sigla hér með þinn fegustu fjöll á báðar hendur í þessu undarlega hlýja blíðviðri, því nú er komið fram í október og nú er spurningin, hver verður fyrstu til að sjá hval? There he is. Hey, that's great. This has been a marvelous trip. The weather has been beautiful, unlike what was predicted. We weren't expecting weather like this, and we're more than pleased. Exceeded my expectations. Yes? Yes. And you've come a long way. From Boston, Massachusetts. So it's been a lot. And we have whales there too. And so I enjoyed seeing them again. But this is the beautiful part of the country. I like it better than Reykjavik, quite honestly. Báturinn Hrólfur er óhemju aflmikill og getur náð 30 hnúta hraða eða næstu því 60 km hraða á klukkustund. Það hefði ekki lengi verið að skuttlast út í Hrísey. Bátar eru hér á sjó allan fjörð í dag og það er áreiðanlega létt yfir sjómönnum á þessum dýrðardegi. Við rennum nú inn til hádegisverðar í Hrísey. Þetta er ein af þeim byggðum á Íslandi sem standa hugsanlega á ákveðnum tímamótum í upphafi nýrrar aldar þegar örir straumar leika þjóðfélagið og landsamgöngur skipta nánast öllu. Slíkar samgöngur er ekki að ræða hér, eðli málsins samkvæmt. Eyjan hefur algjöra sérstöðu hvað snertir rjúpurnar sem hér er mikið af og þær eru orðnar svo gæfar að með ólíkindum enda í friðlandi. Þetta er mesta rjúpnabyggð á Íslandi og þær eru til yndishauka allt þorpið. Sjáu þið þetta? Í hvalaskoðunarferðum þykir gott ef hvalur sést í 50% ferða, en hér á Íslandi er þetta hlutfall það hæsta sem þekkist. Við erum ekki búin að taka saman í þessu, við höfum alveg örugglega séð hvali í 90% ferða. Já. Alveg örugglega það. Og eins og kannski þú sást áðan, þá var sama hvert maður leit, það var allstaðar hvalur. Já. Bæði hnúfubakkur og hrefnur. Hér og víðar á landinu voru miklar hvalveiðir á sinni tíð, þegar það var leyft. Hrefnuveiðimennum gremst að með ekki lengur veiða stofn sem þeir segja sér svo örum vexti að raskað geti jafnvæginu í lífríki sjávar. Það verða að veiða jafnt úr öllum stofnum og tekjurnar af hvalveiðum hafi numið milljörðum. Hvers vegna má ekki veiða hvali eins og önnur dýr? Manninu sé áskapað að veiða, segja þeir. Hvalfriðunarmenn segja að stærsta dýri jarðarinnar sé eðli málsins samkvæmt ekki áskapað að vera hundelt og veitt og að markað vanti fyrir hvalkjöt. Þetta leiðir hugan að sambandi manns og hvals. Maður og hvalur mætast á hafsins öldu slóð, báðir með lungol og heitt blóð. Maður og hvalur, maður og hvalur, súrefni teig og soga djúp, mikið er lífið munaðist ljúft. Maður og hvalur, en eitthvað býr undir, eitthvað svo sárt úr augum skín. Enginn fær flúið örlög sín, augnablik stutt er línan hvín. Óræður geigur horfast í augi hinsta sinn, annar mun lifa en ekki hinn, því hann er feigur.
Hvalfriðunarmenn segja að það borgi sig ekki að hefja hvalveiðar að nýju vegna þess að það myndi skaða ímynd landsins og skemma fyrir hvalaskoðunarferðunum sem gefi tryggari tekjur heldur en veiðarnar. En það hefur líka komið upp meðal beggja aðila hvort hægt yrði að leyfa veiðar af afmörkuðum svæðum og fá ferðamenn til að fylgjast með þeim og borga fyrir það, en friða hins vegar helstu hvalaskoðunarsvæðin. Jú, þetta hefur auðvitað komið upp á borðið. Menn hafa svona verið að velta því fyrir sér að það kannski væri orðið svo mikið af þessu að það væri full ástæða til þess að fara að fækka þessu eitthvað. Já. En spurningin bara sú hvert að menn næðu einhverju samkomulagi það að vera kannski utan við 12 mílur og við að skjóta hrefnur og vera svo inn á fjörðum eða út við land til þess að skoða þær. Já. Þetta auðvitað spurning sem á eftir að koma meira upp á yfirborðið. Já. Víkur nú aftur sögunni að Garðari Svavarssyni. Hann komst frá Eyjafirði austur á Skjálfanda, en þá var komið haust svo að hann áræddi ekki að fara lengra, heldur reisti hús í Húsavík og sat þar veturinn. Þótt vorið sé fallegt við Skjálfanda með fannhvít Viknafjöllin handan flóans, bjóst hann til farar af landinu. Náttfari stóð á krossgötum. Ef hann ætlaði að strjúka frá Garðari var þetta síðasta tækifærið. Í Noregi var ekki til neina slægjast fyrir hann. Hann var þar landlaus og ættlaus og elskan hans var eign húsbóndans. Ef þeim tækist hins vegar að komast frá Garðari, voru þau frjáls. Landið hefur freistað þeirra, því víst það að þeirra siglt út á Skjálfandaflóa frá Húsavík það glæsileg landsýn sem blasir við, blómlegir dalir og viðvaxnar hlíðar og landnámar lýsir því fjálglega hve mikla veiðiva hvarvetna hafa á landkosti góðir. Sagan fáorðum þar sem næst gerðist en segir: bát sleit frá Garðari með náttfara og þræl og ambátt og urðu þau eftir. Þetta vekur spurningar. Venjulega var ekki fólk í eftirbátum skipana og þóttir slitnuðu frá var oftast hægt að festa skip og bát saman ef vilji var fyrir hendi. Þau geta því allt eins hafa laumað sér sjálfum borð í bátinn þegar færi gafst, skorið hann frá og róið frá Garðari, hugsanlega í þoku. Landnáma segir að náttfari hafi numið land í Náttfaravík en Sturlubók í Reykjadal og farið eftir öllum þeim reglum sem þá giltu löglegt landnám, merkt sér viði og hvað eina. Í kjölfarið hafa þá fyllt nokkur dýrlega ár, en þegar hinn ættstóri höfðingjasonur Eyvindur Þorsteinsson hersis kom og nam land, rak hann Náttfara úr Reykjadal og lét hann hafa Náttfaravík, segir sagan. Komum þangað. Þetta nú landnámi sem Náttfari varð að láta sér næja, en margir þingeyinga telja að hann sé fyrsti landnámsmaðurinn en ekki Ingólfur Arnarsson. Við sjáum að Náttfaravíkur óvenjulegt landám, rattlendar og víða klettar í sjófram, en það gerir það kannski sveipaðar leyndardómsfullum helgiblæ og þessi eyðibyggð margt sérstæð. Víkurnar lokaðar af reygin fjöllum á 3 vegu og sjónum á það 4. Innst Naustavík þar sem byggð hélst lengst. Við á leið í landnám Náttfara með hvalaskoðunarbátnum Knerrinum frá Húsavík. Byggðin í Náttfaravíkum hélst lengst í Naustavík og við ætlum að leggja að landi fyrir neðan bæinn. Þar var meira segja tvíbíli oft á tíðum og bóndinn þar greiddi stundum hæstu gjöld sveitarinnar. Og þegar komið að landi sést vel hvers vegna útilokað að hér þrífist byggð nú. Það að geta hrópa húrra fyrir lendingaskilyrðum, þó við séu betri heldur en á eyðibílinu fyrir utan, Varsnesi. Með okkur í för Sigtryggur Kristjánsson sem fæddist hér og átti sín æskuár þangað til jörðin fór í eyði árið 1978. Gamlar minningar koma vafalaust upp í huga hans þegar hann stígur hér á land og verður ungur í annað sinn. Þetta vinalegur staður, en bústofnin var ekki stór. 40 ær, kýr og hestur. Sjórinn greinilega helsti lífgjafinn. Húsið upp í brekkunni reisulegt. Það var byggt árið 1931 og greinilegt að talsvert hefur þurft að hafa fyrir því að flytja allt efni í það yfir flóan og upp eftir túninu. Aðeins 7 árum eftir að það var reist, neyddust síðustu ábúendunir til að flytja héðan. Já, þetta var bara orðin hjónettir og
Já. Og þetta var orðið svo erfitt. Það þurfti að vera fleiri til þess að vera hægt að halda þessu byggt. Það var smá eitistangur til að vera orðið hjón eftir og það voru foreldrar þínir? Já, og þá var ekkert að gera annað að fara og hann var heilsu lítill. Var farið til kirkju hérna? Nei. Það hefði verið alltaf erfitt? Já, það var ekki eitthvað sérstakt bara. Já. Það var góð fisk í gengðina? Já, það var oft mikil fiskur. Og síld, þeir voru hafsíld. Já. Já, hún fékkst inn til það, hún gekk alveg upp í fjörð. Já, bara hægt að grípa hana hérna? Já. Við komum hérna, fylltist hérna á milli klapparna. Já. Var það ekki skemmtilegast? Jú, og fyllt nett. Gátuð þið torkað henni eða selduð hana? Já, það var saltaðandi kindum og ýmislegt gert við hana. Já. Þegar við ræðum áfram við Sigtrygg kemur fram að það bara ekki varasamt að vera staddur í Ólafsfjarðarmúla í norðlenskum jarðskjálfta. Þegar frægi stóri skjálftinn reið yfir Norðurland 1934 var nefnilega heldur ekki sama hvar menn voru staddir á þessum slóðum. Þá var ég að fara inn í sveit. Já. Og pabbi fór með mig á bát og svo þegar hún konni hérna svona hálfa leið, þá var bara allt í einu eins og kom vél í bátinn. Hann fór bara að titra og svo þegar maður leitt til lands, þá var bara eitt moldarmökkur, allar fjörurnar og alveg fram í þessum klettarnir endust. Og titraði báturinn á sjón? Já. Það fór bara að titra alveg, svo kom vél í hann. Og ég hefði nú verið þetta ekki stær í miðjum fjörunum ef ég færi landiðina. Og það var þetta landslag sem helst var þrándur í götu þess að menn kæmust út í Náttfaravíkur með þólarlegum hætti eða hægt var að leggja þangað veg. En við búumst nú til ferðar úr víkunum, byggðinni sem eyddist eftir að hafa átt sér lengri hefð en nokkur önnur á landinu á þeim tíma. Náttfara myndi sennilega bregð í brún ef að væri nú á ferð með okkur og þykja mismunur mikill á þessum stað og landnámi Ingólfs. Já, þannig mismunur á þessum tveimur fyrstu landnámsmönnum jafn sláandi nú og í árdaga. Leið og við förum skulum við líka lyfta okkur til flugs og sveima út með víkunum. Fyrir utan Naustavík jörðin Vargsnes. Hún fór í eyði á undan Naustavík og þar hrikalegt landslag. Það bratt upp að Vargsnesi en menn létu hamrana ekki hefta för sína. Og þekkt sagan af því þegar bóndið þar Sigbjörn að nafni komst að því að dóttir hans var tónelsk og þráði að eignast orgel. Hann keypti hantinn orgel og Kristján bróður hans sem bjó í Naustavík hjálpaði honum að flytja það sjóleiðina frá Húsavík en það virtist engin leið að koma því þarna upp að bænum. Sjáu þið þetta bæjastæði þarna upp á. En Kristján batt þá orgelið á bakið og skreið með það gjáskoru upp hamrana og upp á túnið. Já, þarna var menning og ekkert væl og orgeltónarnir bergmáluðu í hömrunum. Vegna hvalskoðunarferðana Náttfaravíkur að verða fleirum þekktar en áður og húsvíkingar ætla að fylgja því eftir. Þeir til dæmis búnir að taka til sín sjórekin búrhval af ströndum og fleira á prjónunum. Já, það það sem verið að vinnað núna. Það semst uppsetning á hvalafræðslumiðstöð á Húsavík. Heitir Hvalamiðstöðin á Húsavík, það búið að stofna fyrirtækjum þetta. Og þar verðum við með bæði beinagrindur og uppblásnar hvali og allar þar upplýsingar sem við getum náð í hvalina og lífríki þeirra hérna við strendur landsins. Og bara í síðustu viku þá fengum við mitt hræ af hrefnu vestan af Arnarstapa. Hún komin hér núna inn í sveit og að fara á kaf undir Hrossataðshaug. Og þar ætlum við að verka hann í vetur og erum við að reyna að vinna reyndar í að fá fleiri bein í vísar af landinu og það það sem við erum að vonast til að fólk láta okkur nú fá það sem það getur losnað við af hvalbeinum. Hingað til höfum við ráðið ferðinni sjálf, en stundum tekur atburðarásin völdin og það gerur hún nú. Nýr dagur, ný ferð og ferðalók. Aftur maður og hvalur og annar þeirra feigur. Hver sá sem getur aðeins fengið eina ósk uppfyllta á úr vöndu að ráða, þó ekki sá sem við ætlum að fylgjast með í kvöld og komin hingað yfir úthafið til Húsavíkur.
Og það eins og að máttarvöldin hafi hreinlega vitað þetta. Hér var súld og leiðinda veður alveg fram á daginn í dag. Nú birtir upp. Dýrðin framundan. Sextán ára gamall enskur piltur í hjólastól meðal þeirra sem eru komnir hingað í dag til að fara í hvalaskoðunarferð. Hann með krabbamein og svo háu stigi að það ekki hægt að veita honum frekari lækningameðferð og jafnvel talið vafasamt að hann lifi Íslandsferðina af. Hann verður að hafa með sér súrefniskút því að lungun að þrotum komin. Ferðin hefur reynt á þverrandi þrek en nú hann komin á stað út á flóan. Í allan dag hefur hann legið í móki og reynt að safna kröftum og rétt áður en báturinn skyldi leggja stað bráði af honum. Móðir hans og afi sem eru með honum segja að frá því að hann var smábarn hafa hann verið heillaður af stærstu og mikilfenglegustu dýrum jarðarinnar, hvölunum, og hér upplifir hann þessa einstöku lífssymfoníu sem landið okkar býður upp á, þar sem lífríki hafs, lands og lofts renna saman í hljóðum fugla og blásandi hvala. Aðrir borð ekki síður hrærðir. Fólk á vart orð þessa miðnættistund þegar sólin skautar frá vestri til austurs eftir haffletinum og hvalirnir leika sér að blása allt í kringum bátinn. Við erum á slóð náttfara í hjarta landnámsins og skiljum kannski nú hvað það var sem fékk hann til að róa í land, segja sig úr lögum við þjóð sína og herra og setja stað í óbyggðu landi við heimskautsbaug. Well, you're smiling. I'm a little out of breath at the moment, but yeah, it's what I can say. It's magnificent. Did you expect this like this? No. Didn't expect to see the quantity we saw, or as close. I understand that was your wish to come here and have these moments. Yeah, it was. Quite a long time, yeah. And this was the only wish? Yes, I think so, definitely. The one big... Yeah, the wish of a lifetime, and now he's done it. And you agree this is worth it? I think it's worth everything. I think it was worth every penny, definitely every penny. I wouldn't have missed it for a world, and I'm so chuffed that he's seen what he wanted to see. Brings tears to your eyes. That's why I've got my glasses on. Yeah, it's absolutely brilliant, really, and they're still blowing around us, aren't they, somewhere? Og þá erum við komin á heimstímið og ferðin á enda og miðnætursólin breiðir bjarma sinn yfir fólki sem hingað er komið og segir að þetta sé stærsta stund lífs þess. Maður og hvalur mætast á hafsins öldu slóð, báðir með lung og log heitt blóð. Maður og hvalur, maður og hvalur, súrefni teig og soga djúpt, mikið lífið munaðist ljúft. Maður og hvalur, en eitthvað býr undir, eitthvað svo sárt úr augum skín, enginn fær flúið örlög sín, augnablik stutt og þrekið dvín, óræður geigur, horfast í aug í hinsta sinn, annar mun lif en ekki hinn, því hann feigur. Ungi maðurinn sem andköf tekur, ofurhljótt hvíslar þá, farð og njóttu lífsins ljúfi vinur, lyftið þér báran blá.
Baðaður í geislum sumarsóla, syndu í burt frá mér. Síðan vil ég deyja sæll og glaður og sökkva í djúpið með þér. Óskastund allsæ, uppfyllt lífsins heita þrá. Það að fjarúr föl brá, feigðin hún kallar drengin á. Sjókuldin svalur, þeir horfast í aug í hinsta sinn. Annar mun lif en ekki hinn, maður og hvalur, maður og hvalur, maður og hvalur.